Hannes Hólmsteinn Gissurarson ræddi við Magnús Óskarsson, fyrrverandi borgarlögmann, en hann lést í fyrra. Maður nefndur Magnús Óskarsson, hæstaréttarlögmaður. Magnús, hvar þú fæddur og uppalinn? Ég fæddur og uppalinn á Akureyri, en þrátt fyrir það ég ættaður í báðar ættir af Vestfjarðakjálkanum. Móðir mín var frá Kjörva í Árneshreppi á Ströndum, en faðir minn úr Bolungavík, eða reyndar fæddur í Skálavík. Og það saga að segja frá því að hverju föðurfólk mitt fluttist til Akureyrar. Það bar þannig til að föðuramma mín, Sigríður Ólafsdóttir, en merkilegasta kona sem ég kynst, hún var búin að missa manninn sinn í sjóinn frá 6 börnum og þessi sjómannsekkja ákvað á því herrans árið 1915 að flytjast með börnin til Akureyrar. Það var ekki bara þessi ákvörðun, heldur tilgangurinn sem var sá að koma þeim til mennta sem makalaus hugsunarháttur á þeim árum. Og svo saga dálítið merkileg, því að hún fór með börnin á litlum mótorbát í lest og lenti í hafís við Horn og loka norður fyrir og stóð á bryggjunni, hrakinn tilbaka og einhverjir ráðamenn hafði reynt að hafa hann ofan á þessu og svo að nú væri þessu feigðarflani ekkjunar með börnin lokið. Hún sagði nei, ég fer bara hringinn. Og það var það sem hún gerði. Hún fór hringinn suður og austur og norður fyrir land til Akureyrar, því þessa konu stoppaði enginn. Og það tilefni þess að mitt föðurfólk settist að á Akureyri. Hvað gerði faðir þinn? Faðir minn var smákaupmaður á horninu á Akureyri, á ekki neinu venjulegu horni. Það var við Ráðhústorg, þar sem nú stendur Landsbankinn, átti þar ásamt öðrum manni eitt stærsta og fallegasta hús á landinu, rak þar verslun sem var fyrsta fyrirtæki með nafninu Esju á Íslandi og var kendur við Esju, kallaður Óskar í Esju, og við all kend við það fyrirtæki. Og þar ólst ég upp við Ráðhústorg og ég man vel Akureyri fyrir stríð. Ég man þennan bæjarbrag, þennan sérstaka blæ yfir öllu sem að Magnús Stormur ritstjóri sagði þessi ára að það hefði verið kyrrlát menning yfir andrúmsloftinu. Þar eimdi eftir af dönskum áhrifum frá upphafi aldarinnar. En segðu mig Magnús, nú var faðir þinn kaupmaður, en var ekki kaupfélagsvaldið mjög víðtækt og sterkt á Akureyri? Sko, ég man kreppuna vel. Þá var það þannig að það var engin lánsviðskipti við KEA. Þannig að fyrir utan þessa nokkra höfðingja sem versluðu föður minn, þá voru aðar viðskipti með fátæklingana. Þau voru mikil. Og kannski ekki gróðavænlegu augnablikinu, hann sagði alltaf það borgar þetta fólk þegar getur, og það gerði það. En það sem var voðalegast, það var þetta ofurvald, yfirgangur og kúgun KEA gagnvart öllu einstaklis framtæki og alveg sérstaklega gagnvart kaupmanni. Þeir voru hundeltir, þetta var bara eins og skuggasveit gengjum sviði og segði drepum, drepum. Og faðir minn var auðvitað skotspót þess arna. Þegar ég kom suður, þá hætti ég að segja sögur af ástandinu fyrir norðan. Því mér var ekki trúað og mér var það fyrir bestu, því ég var bara að tala vitleysingur. En ég kann persónulega frá fyrstu hendi sögur.
Til dæmis í lok kreppuárunna lifði faðir minn á því að selja síldarskipum kost fæði við sumarið. Það var vakað allt sumarið eða vaknað. Einn daginn í landlegu birtust 5 síldarskipstjórar í verslun föður minns voru að koma að fundi Vilhjálms Þórs og tilkynnt honum að þeir eru samtímis að hætta viðskiptum við hann af því þeir fengu engar nauðsynjar IKEA. Þetta átti að verða róttækið og það gat farið yfir í smáatriði. Ég var sjálfur viðstaddur í búðinni þegar stórbóndi framan og Eyjafirði kom með kassa í höndunum og lagði hann á borðið og sagði: hér eru eggin, Óskar. Það láta þið vita það að mér var bannað að selja þér egg í IKEA en ég ætla að hafa það á engu. Þetta var bara bóndi sem ég réði ekki við. Þetta var Garðar á Rifkilsstöðum sem að seinna var alþingismaður Framsóknarflokksins. En þeir nefndu að standa í að banna Garðar á Rifkilsstöðum að selja föður mínum hænuegg. Svo byggum við í sama húsi og þar var aðal umferðaræðin Akureyri við Ráðhústorg og ég man að faðir minn var að afgreiða rútubíl af ferðafólki eftir lokunartíma og þá lá verslunarstjóri frá IKEA á glugganum og kærði hann fyrir sakadómi. Síðan stundar þú jafnframt námi bæði í Menntaskólanum Akureyri og í lagadeildinni síðar ýmis störf til sjós og lands og kynnist svona ýmsu sem að þetta unga fólki í dag þekki nú bara af orðspori. Jú, ég var eiginlega ekkert sumar heima hjá mér frá því ég var 7 ára. Ég var í sveit og svo til sjós. Í sveit held ég að náð í endan á vinnubröðum sem þá voru, ég veit ekki hvað ég að segja, 100.000 ára gömul á Íslandi, voru aflögð víðast hvar. Ég man eftir á ströndum hjá móðurfólki mín á Kjörvogi, þar tíðkuðust fráfærur, lömb færð frá ánum og þeim haldið heima og þær mjólkaðar og reknar á Haga á daginn. Þar var smali, þetta var alveg eins og í piltastúlku. Ég var aðstoðarhundur hjá einum hundunum. Hann hafði smalakofa og þetta var að öllu leyti eins og í fornöld. Svo var ég á öðrum stað í Bjarnarfirði á Ströndum. Þar fór ég með heybandslest. Það vísi stutt að fara á Engjar. Ég fór með 7 lesta með sátum, með heyböggum og á reiðingi og klökkum. Ég reyndar teymdi það nú ekki hvað bundin aftan í annað heldur rak þá undan mér. Þetta horfið. Svo fór ég til sjós fyrst. Ég var 9 sumur í síldabransanum til sjós og lands. Og 17 ára gamall var ég á síldarskipi þar sem róið var þungum nótabátum utan að síldina á árum. Og fyrst réði alla við árina, svo styrtist maður nú. Og síðan var nótin dregin inn á höndum. Svo kom nú vélar seinna. En síldin var heillandi. Þetta eru vinnubröð sem að ég býst ekki við að margir muni. Svo lenti ég í vinnu sem var svolítið sérstök. Það sem meir ég veit ekki ennþá hjá hverju ég vann. Það var bara einn maður sem réði mig í vinnu í trúnaði. Og ég átti að sitja á Landsbókasafninu og ég átti að skrá alla sögu kommúnistaflokksins. Og alla sem komu við þá sögu og alla sem komu við starfsemi flokksins. Þetta gerði ég samviskusamlega og fekk bara nokkuð vel borgað fyrir. Þá tók ég upp á sjálfu mér, af því ég var nú komin svona með sæmilega pólitíska þekkingu og pólitískt nef, að ég tók það sem aukaverkefni fyrir mig að ég tók allar tilvitnanir og öllum ritum kommúnista alveg frá upphafi og fram þarna milli 1950 og 60. Og það var mjög merkilegt að þetta var gefið út í bók sem var fræg og reyndar afhjúpaði allan feril kommúnista valbeitingu og byltingu. Það verður nú aldrei nefn einhverja blóna sér og glóðaraugu í verkvöldin hjá þeim, það var nú alltaf sem var á byltingunni. Þetta listi hugafarinn, þetta var gefið út í bók þeirra eigin orð. En mín var nú hvergi getið vegna þess að það mátti nú ekki tengja mig kannski of mikið við þessa vinnu sem ég var í og ég veit ekki ennþá hjá hverjum ég var. Ég er að vona að það veri leyniþjónusta Bandaríkjanna. Þú varst snemma pólitískur. Já. Ég ætlaði aðeins að nefna svona skemmtunina sem var með öllu erfiðinu á háskólaárunum. Sko, þó með lesi, þó með vinni með,
þá munar duglega menn ekkert að skemmta sér. Sko, þeir gera það bara í 3, 4, 5, 6 klukkutíma og sofa í 2, 3 tíma og geta gengið að hverju sem er. Ég hef alla ævi verið með að reyna að gera hluti betur en ég hef náð að gera. Því amma mér sagði mér alla hluti sem gerði þetta ég gera eins vel og ég gæti. Ég hef nú aldrei náði, það er eitt atriði sem ég fór einna lengst með. Það var þegar ég æfði ballett. Ég sá rússneska ballett með 7 sinnum og var ókeypis í Háskóla bíó eða Tjarnarbíó eins og það hét þá. Úlanóa, frægasta ballettmaður Rússlands dansaði inn í. Ég byrjaði að semja ballett sem var náttúrulega skopstæling af ballett heima á herbergi vikum og mánuðum saman og kallaði það Bjarnýraballettin. Hugsunum var Bjarnýr að dansa ballett og náttúrulega á svelli. Og þetta var svo erfitt að ná þessu sporum og svona hreyfingunum sko og öllu þessu. Erfiðast af öllu var að missa jafnvægið og náði tilbaka. Og þegar ég var orðinn sæmilega flinkur í þessu, það tók óratíma. Þá byrjaði ég að taka þetta svona á staupaþingum. Svo var þetta svo vinsælt númer að það var allt að taka Bjarnýraballettinn. Og ég held að ég komist einna næst í að gera vel það sem ég langaði til að gera. Það var orðið svo vinsælt að við vorum einu sinni í reiðileysi út á Nesi eftir samkvæmi að leita leigubíl, ég og Sverrir Haraldsson yfirlæknir félagi minn. Þá sáum við upplöfumað hús, 2 hæða og stóð glaumur og gleð út öllum gluggum. Og hann hringdi dyrabjöllin og sagði að það væri komið hérna maður að dansa ballett. Og það lá svo vel á fólkinu og sagt, gjörðu svo vel að komið inn. Og ég dansaði Bjarnýraballettin inn í stofu og það var ekki við það komandi að okkur væri sleppt eftir Bjarnýraballetti fyrir einhvern tímann undir morgun. En þetta voru ljósir punktar. Já, ég var að kafa í pólitík, sko, ég byrjaði í kosningum 14 ára, 13-14 ára í lýðveldskosninguna, þar voru mjög merkilega 44. Þá snýr allir bökum saman og eftir það hef ég ekki mistað kosningum ekki fram á síðasta mánuð. Að vísu hafði ég mig nú ekki frammið þegar ég var háttsettur embættismaður svona sem áður. En ég flæktist inn í kosningar. Ég var á Akureyri í öllu, fekk nú alltaf eitthvað að gera þó að það verður nú að vinna litlu verkin líka. Svo orðin bærilega sjóaður í kosningu þegar ég kom suður og þá komum við merkilega kosningar. Það voru kosningarnar 1952, forsetakosningarnar sem er alveg einstakar kosningar á Íslandi. Þá buðu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fram sér að bjarna, en Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði. Gunnar Thoroddsen fór með marga af sínu stuðningsmennum og studdi Ásgeir Ásgeirsson, tengdaföður sinn. Og ég var þá að bíða eftir að fara norður og síld og var í einhverju smá starfi, þannig að ég bauð mér með sjálfboðvinnu. Þá hafði Stefán Pálsson mest í kosningasnillingur sem ég tel að hafi verið bara uppi á þessari öld. Þá hafði hann fyllt Gunnari, skildi eftir sem mikla eyðu og aðstofamaður hans tók þar við, Magnús Þorsteinsson, ágætur kall og þölkunnugur. Og ég var beðinn að aðstofa hann. Og áður ég vissi af að Magnús var persónufróður og annað en kannski ekki sérstaklega flinkur í skipulagningu, þá var ég komin á bólakafi í þessar kosningar og er á leið. Magnús var í yfirstjórninni á morgunfundum, þá var hann farin að kalla mig með á morgunfundi og áður ég vissi að var ég komin og sá þessar merkilegu kosningar bæði innanfrá og ofanfrá með æðstu foringjum Sjálfstæðisflokksins og það var óskaplega merkilegt. Auk þess sem ég kynntist þessum mönnum og Jóhann Hafstein var náttúrulega í fyrirsvari og þeir komið þarna á mótnana Ólafur Thors og Bjarni. Og ég hafði mig nú helst ekki frammi en Ólafur spurði stundum hvað sé í strákurinn? Hann kallaði mig alltaf strákinn og kom svo oft og settist niður hjá manni og fylgdist með og vildi vita hvað væri að gerast. Þetta voru mjög eftirminnilega forsetakosningar. Það eru alveg einstakar. Þetta var náttúrulega eins og forsetakosningar eru hvort sér allt landið og þegar talið var. Þá var kosningin svo tvísýn
að þegar upp var staðið þá munið ekki 1800 og eitthvað atkvæðum yfir allt landið. Og þá gerðist það að ég var staddur með bekkjabróðum mínum, miklum kosningamann og enn meiri síðar, á fínum stað niðri í bæ og ekkert höfðu við á móti veitingum, ég og þessi félagi minn, hann hét Guðfinnur Magnússon. En það til margs áfallið sem við Guðfinnur fengum að við misstum báði listinu áfengi þegar séra Bjarni féll. Og við löbbuðum niðurlútir og jöngum okkar úr miðbænum vestur í bæ. Og ég skil ekki hvernig á því stóð. Ekkert ístöðuleysi var þess valdandi að við slóumst í mannþröngina sem var á leiðinni vestur á Hávallagötu að húsi Ásgeirs. Og þar stóðum við hliðið á húsi Ásgeirs þegar Vala Thórodsen kom út úr bíl. Og svo stóð á að Guðfinnur hafði verið í fríu fæði hjá Völu og Gunnari vetur og þau voru að hjálpa námsmönnum svona með þessu. Og hún sér Guðfinn og segir, af hverju stendur ég hérna úti, Guðfinnur minn? Af hverju kemur ekki inn með mér og félaginn með mér? Og ég get bara ekki skýrt af með öðru en ómótstæðilegum sjarma frú Völu að við létum hana leið okkur inn og af því við vorum með henni þá vorum við leittir inn í innstæðring. Þar voru allir æðstumenn Ásgeir og hinn nýkjörni forseti sjálfur. Og þegar hann kom og þakkaði Guðfinni fyrir stuðningin þá heyrist hryllu hljóð í vini mínum. En þegar hann þakkaði mér stuðningin þá held ég að mér hafi tekist að segja setningu sem við átti eins og ástóð. Ég sagði, það ekkert að þakka Ásgeir. Svo tókst okkur að laumast út áður en verra hófst af. En þetta var mjög einkennileg tilviljun. En þarna kynntist ég Ólafi Thors í Návígi og svo áfram upp úr því. Og það alveg ótrúleg persóna þess manns. Persónuleiki hans, hann lýsti upp umhverfið, hvort sem það í fjölmenni, svo ekki sé talað í þröngum hóp. Það þurfti raunverulega návígi til að skilja sjarma hans og útgeislun. Þetta kom á sjálfu sér. Hann var ekkert að slá sig. Og ég get ekki fyrirgefið sjónvarpinu þá litlu tímaskekkju að Ólafur Thors skyldi naumlega missa sjónvarpsvöldin. Ég spurði eins og mann, hvað aldrei skeiði Ólafur Thors þið farið ljóslifandi inn í stofu á öllum heimilum Íslandi og hann sagði, það var ekki þurft að kjósa. Ég segi nú ekki það sé kannski ofmælt, en ef hann hefði verið í Bandaríkjunum, hann hefði hvergi nokkuð staðar endað annar staðar enn í Hvíta húsinu. Og ég var ákveðin í að fara ekki í pólitík, það voru nú ástæði fyrir því. En tæpur var ég þegar hann spurði hvort að, hann spurði, ef hann hefði beðið mig þá sagði engin maður nei við Ólaf Thors. Strákurinn við áhuga að fara í framboð í Strandasýslu, þar sem ég átti frændur. Og einhvern veginn tókst mér nú að koma að sjá því ég vissi nú seinna hann hafði verið í vandræðum frambjóðendur, hafði boðið Sverri Hermannsinni og svo fór nú bara góður og tryggur flokksmaður úr Reykjavík gerði það skyldurækni. En þá var ég tæpur að brjóta regluna. Því ég ákvað ungur að fara ekki í pólitík, þó ég væri svona óskaplega pólitískur og allir héldu ég í stjórnmálamaður. Það voru margar ástæður fyrir því og það var þaulhugsað. Það var nú ekki aðal ástæða að ég hafði unnið með þessum stjórnmálamönnum frá því ég var unglingur, Magnús frá Mel og Jónas Rafnar Ross og þessum fóringum. Ég vildi ekki fórna mínu einkalífi og persónufrelsi. Ástæðan var svo að ég vildi vera frjáls og óháður að geta haft mína skoðun, sagt hana hvenar sem mér sýndist hvar og með þeim hætti sem ég þóknaðist og ákveða sjálfur hvenar ég gerði gagn og ég gat ekki afborið að þurfa að vera alltaf í öllu viðhorfi fólk að hugsa atkvæði, að brosa og flaðra utan í allt sem hreyfðist og ákvað ég skildi beita mínu mikla áhuga í pólitík, taka til hendi þegar ég vildi og svo að vera ekki háður. Ég hef aldrei þegið laun
nema einu sinni eða tvisvar vinnutap, aldrei þegar ég bitlinga Sjálfstæðisflokknum eina stjórn sem Sverrir Hermannsson æskuvinur mig lét mig hafa. Og ég sé ekki eftir því. Völdin hafa verið 0, kannski einhver pínlítil áhrif einhver tíman. En þetta gerðist nú. Þannig en pólitík hefur nú ekki mist úr að hugsa marga daga ævinnar. En í pólitíkinni fyrir utan Óla Thors, hverjir eru þeir stjórnmálamenn og forystumenn sem eru svona eftirminnilegastir á þínum starfsferli? Ég var nákomnastur Gunnari Thoroddsen. Ég kynntist honum seinna, hann var náttúrulega í öðrum herbúðum þegar ég komst í kynni við þessa forystumenn flokksins. Og ég hef aldrei skipt skoðun á því að hann átti að verða varaformaður flokksins en ekki Geir Haraldsson. Hann var ekkert að ryðjast inn í pólitík, varaformaðssætið var laust. Þú ert að tala um 1971? Ég er að tala um 1971 þegar hann kom aftur í pólitík og Jóhann Hafstein var formaður eftir Lát Bjarna og hann bauð sig fram sem varaformaður á móti Geir. Geir var nú borgarstjóri minn, hann þótti nú djart þegar ég tók forystuna fyrir Gunnar Thoroddsen. Hvernig persónuleiki var Gunnar Thoroddsen? Hann skildi eins og aðrir stjórnmálamenn alltaf eftir eitthvað lokað hól sem hann opnaði ekki. Og stjórnmálamenn að þessu plani þeir eru eitt auðvelt að tala og opna sér fullkomlega fyrir öðru stjórnmálamennum. Það eru menn sem hafa einhverja hagsmuni og meta það út frá því. Og ég býst við að ég hafa tímabili komist einna næst honum. Og ég hef búin að læra á hann. Hann sagði aldrei beint hvað hann helst vildi, heldur talaði fleiri möguleikum. Hann nefndi jafnlega síðast það sem hann svona var efst í hugans. Hann átti alltaf útgöngudyr. Og maður gat kritiserað hann tók því afskaplega vel. Og þá svona stoppaði hann, þetta svona 2 fígur svona, já, þú segir það. En mest var gaman að tala við hann utan við pólitík. Það var alveg yndislegt. Maðurinn var humoristi, hann var listamaður, hann var píanisti. Hann var svo vel að sér í bókmenntum og það er alveg voðalegt. Ég gerði það aldrei nema einu sinni að gera ágreining við hann tilvitnunni í Clausewitz, höfund nútíma hernaðarlistar. Það gerði ég ekki aftur. Hann fór bara í hilluna með einu fingri og dró Clausewitz út og þar fór það. Svo var hann bara svo skemmtilegur og til í samræðu listamaður. Þú fórst yfir á aðra braut og hann var komið þangað undir eins. Og svo þessi kurteis og þýða. Svo skildi okkar leiðir. Guðsjúlofa, hann myndist aldrei á það við mig að ég fylgdi honum þegar hann myndaði þessa ríkisstjórn. Og hann bara vissi hann. Ég myndi ekki geta fylgt honum. Og hann lífði mér við því að segja nei. En síðan hlakkaði mig mikið til að taka upp okkar gamla sambandi þegar hann var komin út á pólitík en þá átti hann því miður afskaplega stutt eftir. En hæfileikar hans, allir hafa sína galla. En hann var alltaf með aðalatriðin klár. Fjármálin hjá Reykjavíkurborg voru í öllum stórum atriðin klár hjá hann. Það er lygasaga hann að skilja eftir persónuleg fjármál í óreiði hjá borginni. Þeir mér sér sleftin í valdataflu valöll. Af því að tókst að sína þeim bara viðskiptamanna bókinans. Það var ekkert annað en óafgreitt lífeyrissjóðslán sem hann hefði slegið út á. Þessi þjóðsaga er lífseig. Hún er röng. Og eins hann hafi hlaupið frá fjármálum forsetakosninganna og það ætluðu aðrir menn að gera það og þeir bara stóðu ekki við það því þeir illa fór. En þetta er lífseisagan, hún er röng og fjármál Reykjavíkurborgar, þau voru í fínu lagi hjá hann. Það voru einhverjir svona minni mál sem að svona, það var sagt að skrifaði stundu loforðin og nokkuð vandaðan pappír var einhvern tíma sagt. Það voru minni málin. Einhverju fleiri borgarstjórar eða aðrir stjórnmálamenn sem myndi vilja nefna til sögunar? Sko, það borgarstjóri sem gjarna vil gleymast að Auður Auðins var borgarstjóri og þá var verkefnastýring milli hennar og Geirs og ég heyrði undir Auði. Og ég er alveg samfærður það hún hafði alla burði í það að vera borgarstjóri og vera það einn en hún kaus að draga sig í hlé. Og mér finnst hennar ekki nógu vel og rækilega getið. Hún kom sko ekkert áfram í pólitík, hún var ekki fyrsti lögfræðingur þjóðarinnar.
hún var ekki fyrsti borgarstjóri og hún var ekki fyrsti ráðherra út á það að væri pilsi eða kona, bara út á sína persónu. Og mér þessi stutti tími sem var borgarstjóri minnistöður af því ég heyrði undir hana og ég var með mörgum og ég vil að hennar sé minnst meira heldur en gert yfir. Svo náttúrulega Davíð Oddsson, hann nú hérna fullu fyrir meðal okkur og það getur bara allir gjört svolítið virta fyrir sér og hvað hann er snjall. Það þarf ekkert vitnisspurð frá mér hann hafa gaman að vinna með honum frá morgni til kvölds í 9 ár þegar ég var borgarlögmaður og ekki bara í vinnunni heldur persónulegt samband þar á milli. Það var veisla og svo ég nú bærilega dómbar það hvað sá maður kann og getur og hvílíkur ávinningur það fyrir eina þjóð að fá fyrir forystumann. Það er sitt fyrir mér. Magnús, þegar leiðtogafundurinn í Höfða er haldinn árið 1986 þá hefur þú að mörguleyti veg og vanda af því hvernig Reykjavíkurborg kom að því máli því að þú varst á staðgengi til borgarstjóra. Já, það voru tilviljanir sko að ég var hér einn og staðgengi borgarstjóra átti ekkert að vera í stóru hlutverki, ég bara svona skrifa bréf og taka í hendina á mönnum og ég var einn borgarstjóri og borgarreitur út í löndum og það bara hrundi á mann þakkið, maður kallaði þetta forsætisráðherra og svo komu bara fyrirvaralaust menn frá Bandaríkjunum og svo frá Rússlandi og ég var að lána þeim Höfða og gera alla mögulegar ákvarðanir sem voru teknar svona langt ofan við mitt höfuð og þær voru bara teknar eins og þegar þeir voru að sprengja stóra holræsi, þetta risadjúpa fyrir framan Höfða og ég hafði beðið að gera hlé og þeir þurftu endilega að dúndra einni stærstu bombinni þegar þeir komið sameiginlega Rússar og Bandaríkjamenn. Þá fór ég með það út af glugganum, ég hafði ekkert leyfi til þess að bandaði svona hendin og það hafði verið mókað yfir þetta allt saman hérna, allt leiðslur og vélar. Þetta líkaði alveg prýðilega. Og síðan var ég þar að þar til yfir lauk í því starfi og eftir að Davíð kom heim þá fóla mér að sjá þetta. Maður komst náttúrulega í snertingu við alla þessa menn. Síður Rússanu því að þeir hirtu ekkert annað en bara sinn hag. Og letu Bandaríkjamenn sjá svona tæknilegan undirbúning. Ég var nátt sérstaklega hrifinn af þeim. Þeir skildu mér, þeir lofuðu að hirða allt úr húsinu og skildu eftir drasl og þar maður beinu símanna til Moskvu. Og ég var pirraður á því, ég tók eitt síman. Þá var Davíð komið, þetta var rétt það fundinleik. Og ég tók upp eitt síman og sagði það er gott að þið eru farnir helvítskomandar ykkar, það er gott að vera laus við ykkur. Og skellti svo á að Davíð var fljótur að vara við því að þeir skildu nú sennilega hefðu túlkað á íslensku í Moskvu. Það var að hafa það. En það var merkilegur tími. Mjög merkilegur. Mér langaði til að spyrja annar spurningar vegna þess að þú komst mjög nálægt verkalýðsmálum ekki eingöngu þú varst að vinna eitthvað iðju að vinna fyrir sjálfstæðismenn í iðju að því að ná því aftur heldur líka þegar þú varst síðan vinnumálastjóri borgarinnar. Já. Og geturðu svona sagt okkur eitthvað verkalýðsbaráttuna fyrr á árum? Það var óskaplega mikið vinnudeilur. Það var samið til svo skamms tíma, það var verðbólga og þetta var haldið brjálæði. Það var 10, 15 og 20, 30% kjarasamning og við vorum alltaf í samningum og vökur allan sólarhringinn. Og svo þegar maður búið með hringið að náði í skotti hvað það eru. En það sem að bjargaði lífi manns, það var fólkið sem var í þessu. Við kölluðum stundu skotgrafinnar. Og beggja vegna vílunnar, ég ruglaðist oft í því hvað víleina lá, ég voru oft hinum megin hjá verkalýðsfélögunum. Þar voru skemmtilegir menn. En það skeði ekki allt leiðilegt og þetta væri nú vökur og þreytandi maður verið svefnlegs heil og halva árin. Það skeði ýmis atvik. Eitt af skemmtilegasta var það þegar við vorum í verkfalli og Dagsbrún hafði bannað sorphreinsun og í leyfisleysi létu tæknimenn alla borgarbúa að fleygja sorpu og haugana. Þetta var eitthvað kært og það fóru allir æðstu menn í borginni á vettvang. Ég held að enga vant að það var lögreglustjórinn, það var borgarverkfræðingur, það var gatnamálastjóri og
allir sem máli skiptu og þetta fór auðvitað voðalega töðunar á Dagsbrún og þar var verkalýðsforingi Pétur K. Pétursson, eini sjálfstæðismaður sem lengi verið stjórn Dagsbrúnar, núna yfirmaður hjá borginni. Hann tók til sinna ráða, það var eitt risastórt hlið inn á haugana. Hann renndi einu með 2 trukkum fyrir og lokaði allt vínafólkið inn á hauganum. Og Guð má vita hvað þau voru búin að ráða þarna lengi í ruslinu. Það var ekki farsimannir. Þegar einhverjum tókst að skríða undir eða yfir eða gegnum girðingu. Og ég fekk þessa voðalegu neyðarhringingu niður í Alþingishús þar sem samningarnir voru. Og ég fór í Gvendjaka og hann hló og við hlóum svo mikið yfir þessu ástandi að þeir væru þarna allir. Lögreglustjórinn sko beita, manna besta mátti ekki beita lögreglu í verkfalli og auðvitað náði hann ekki neitt. Og svo töluðum við hvað þið væri heppnir með veður hann á hauganum og fengum okkur vel í nefið. Svo söndum við loksins að hleypa þeim út gegn því að við hættum þessu. Gvendur var alltaf til í hrekki. Við lögum því að vélstjórar á skipum höfðu sett fram alveg furðulega kröfur. 2 egg í morgunmat og ég veit ekki hvað. Og við náðum að vélrita aftan lista neðst á hann. Að vélstjórar á skipum heimtuðu glugga sem snýr ævinlega í suður á skipunum. Og svo lögum við líka að í lúðrasveitin á Akranesi væri harmonika. Ég veit ekki eins og hvort það var lúðrasveit á Akranesi. Svo náðum við Skúla Þórðarsson formann Verkalýðsfélagsins og hann kveikti og hélt það nú og svo var Skúli spurður af hverju maðurinn væri með harmonik í lúðrasveit. Hann sagði að það væri svo vinsæll í bænum að það vildi enginn neita honum um að vera með. Þú sagðir að þú hefði ekkert slegið hendinni á móti veitingum svona á þínum æviferli og þá hlýtur að hafa kynst svona mörgum litríkum persónuleikum, bæði sérkennilegum og merkilegum. Það nú líkast til. Ég drakk oft með Steinar og ég hef sannfærðist að hann stjórnaðist ekki að drykju. Þetta voru látalæti, hann var óskaplega skemmtilegur, það voru skilmingar í orðum. Hann hafði gaman af því að skilmast. Ég held að hann hafi notað að hvað eftir annað við aðra menn þegar hann spurði mig hvort hann held ekki honum þetta færi vel að eiga pening og ég sagði smápeninga. Og þetta heyrði ég að nota seinna Jónu Vörið einhverja seinna. Hann vildi fá spjótin tilbaka og Jónas stýrimaður var alveg yndislegu maður. Þegar að hann byrjaði fyrstur manna að flytja inn eldhúsinnréttingar sem allir voru að kritisera. Svo var hann að sýna mér hvað það væri fínar og sagði þeir koma hérna í halarón og snikkararnir til að neyslast en það rynur úr þeim sæið þegar ég sjá hvað þetta er fínt. Nú var hann bara aukamaður á því sviði. Svo drakk ég oft með Jökli, það var alveg yndislegur maður. Ekkert nema ljómennsku. Við drukkum einu sinni saman heila nótt í síma og það var svo gaman að hvorum okkar datt í huga að fara á milli húsa. Það var verst að símasnúra hjá Jökli var bara 1,5 metri í síminu fyrstu halvu öldina, þá vildi hann ekki að kunnarnir hefðu lengri snúru en 1,5 metri sko. Þetta var